Fremri-Nýpur í Vopnafirði. Hér búa Guðmundur Víum Stefánsson og Hólmfríður Kristmannsdóttir, fyrrverandi sauðfjárbændur. Guðmundur nýhættur sem formaður veiðifélags Selár. Þau seldu helmingi í jörðinni fyrir meira en áratug. Það var bara til þess að losa fjármuni og það var engin knýjandi þörf. En það nú bara svo að þú ýtir ekki börnunum þínum út í fjárbúskap í dag. Það ekki mjög gáfulegt. Ekki að þú vilt en vel. Hefur einhvern tímann, eftir að þið seldu, haft efasemdir að það hafi verið rétt ákvörðun? Nei, ekki eitt augnablik. Helmingseigandi Fremri-Nýps á móti Guðmundi og Hólmfríði var í mörg ár Jóhannes Kristinsson. En eftir að Radcliffe keypti félagið Grænaþing af Jóhannesi í fyrra, var Radcliffe allt í einu orðinn meðeigandinn. Og nú hafa orðið meiri breytingar. Hver á Fremri-Nýp í dag? Grænaþing. Þannig að þú búinn að selja hinn helminginn í jörðinni? Þetta hefur verið eftir að Radcliffe keypti Grænaþing? Já. Hvað borgaði hann fyrir? Ég hef hvorki heimild eða annað til þess að láta það uppi. En með kaupum á Fremri-Nýpi eignast Radcliffe meira en landið. Jörðinni tilheyrir líka eina þekkta heithafarslindin í Vopnafirði sem hefur í áratugi verið nýtt í almenningssundlaug Vopnfirðinga. Nú á Radcliffe jarðhitavatnið. Hann reyndar bundinn af hefð að afhenda það ókeypis í sundlaugina til frambúðar.